Já, góða kvöldið, áhorfendur og áheyrendur góðir. Það er fimmtudagur í dag, 28. október og enn fátt að frétta af stjórnarmyndunarviðræðunum, enn fátt að frétta af, hvað heitir það, undirbúningskjörbréfanefnd. Hún ætlar ekki að klára í næstu viku, þannig að þing er ekki að koma saman og ríkisstjórn ekki að verða mynduð og við fáum ekki stjórnarsáttmála og þannig að pólitíkin skaffar okkur ekkert. COVID er að aukast. Það er kannski merkilegasta frétt svona síðustu daga er að nú á að gera manntal í iðnaðarhverfum höfuðborgarsvæðisins. Labba þar hús úr húsi og kanna hverjir búa þar og hvort að það sé eðlilegar brunavarnir og við hvers konar aðbúnað fólk býr. Slökkviliðið hefur gert svona kannanir áður, ekki kannski svona nákvæmar eins og stendur það núna, en nóg til þess að sé þetta að gera mat á því hversu margir búa í atvinnuhúsnæði, húsnæði sem er ekki ætlað til íbúða og matið er frá 5.000 upp í 7.000, það er mikið nákvæmar en þetta. Og hvað er þetta mikið? Efri mörkin, svona 7.000, eru svona 3% íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Og við vitum það að þetta er svona liður í slömmvæðingu út af húsnæðisreglunni. Þetta eru braggahverfi nútímans. Ef við berum þetta saman við braggana, kannski svona þegar að flestir bjuggu í braggum, það var svona miðjan 7. áratuginn. Þá var það held ég svona 2300 manns sem bjuggu í 550 braggum. Þá var líka til Höfðaborgin sem var bráðabirgðahúsnæði sem var reist á stríðsárunum til þess að mæta mikilli húsnæðisreglu. Þá var fólk að flytja úr sveitunum í bæinn út af bættu atvinnuástandi í Reykjavík. Og ef maður leggur þetta svona saman þá hefur verið kannski svona, svona tæplega 4% fólks á höfuðborgarsvæðinu þá sem að bjuggu í braggum og í Höfðaborginni. Og þá var náttúrulega útbreiddar í slæmt húsnæði, þá var líka seggafulli kjallarar og alls konar skúrar aðrir. Þannig að það sé ekki nálægt svona kannski 6% af íbúunum sem var búið við fullkomlega óhæfa aðstæður sem leiddi til í miklum vinnudeilum, hörðum vinnudeilum, 52 og 55 og síðan í kjölfarið á þeim til þess að það var farið út í stórátak kröfu verkalýðshreyfingarinnar við að byggja Breiðholtið eins og sagt er, að stórefla verkamannabústaðakerfið, fjölga félagslegu leiguíbúðum sveitarfélaga og gera einstaklingum auðveldara til þess að kaupa. Það var viðbrögðin við því að svona hlutfall, svona stórt hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu bjó við í braggahverfum og reisum. Nú erum við að tala að sé kannski svona 3% sem að búa í iðnaðarhúsnæði og við vitum það til þess að þetta er brunan á Bræðraborgarstíg að svona slömmvæðingin hún er langt inn í íbúðahverfin. Þannig að ég held að það sé ekkert óvarlegt að ætla að það séu svona 6% fólks á höfuðborgarsvæðinu sem búa í óviðunandi húsnæði. Það er náttúrulega ekki allt húsnæði í iðnaðarhúsnæðunum óviðunandi, það getur vel verið að einhver búi þar mjög rúmt og stórt og með hátt til lofts og glæsilega, en meginþorri af þessum 5.000 til 7.000 sem þar býr við slæmar aðstæður. Oft fólk sem er hrúað saman í lítið rými, búa jafnvel í kojum eins og við höfum nú séð í fréttum, þar sem er búið að tróða aðfluttu verkafólki inn í kojur. Og þetta fólk er náttúrulega ekki mennið heimili, þetta er fólk sem er í svipaðri stöðu og fólki sem kom hingað á stríðstímanum, fólk sem var að flytja úr sveit í borg, en núna er fólk að flytja, í vonum betra líf, en nú er fólk að flytja frá öðru löndum til Íslands í vonum betra líf og það er það sem drífur áfram slömmvæðinguna eins og alltaf er. Það er fólki sem er á lægstu tekjunum sem að verður barðinu á því og svo ónýttum húsnæðismarkaði. Húsnæðismarkaðurinn er ekki nógu öflugur til þess að taka á móti þessu fólki. Svona slömm þekki út allan heim. Það er við getum þess tekið dæmi af svona trailersparks í Bandaríkjunum. Það er 6% Bandaríkjamanna sem búa í slíku og
það orðið mikil business. Það hafa alls konar sjóðir keypt upp svona trailerparks og gera út á það, leigja fátækafólkinu þar við hæsta verð. Það líka svona 6% af fólki í Brasilíu sem býr í því sem kallað favela, sem þið þekkið úr mörgum bíómyndum og músíkumyndböndum. Þetta vinsælt sögusvið, en það litríkt mannlíf sem þar en þetta náttúrulega svæði sem eru raunverulega byggst upp. Það sem upphafi ekki skorplagnir, ekki sorpirða, ekki rafmagn og ekki hiti og ekki heilbrigðisþjónusta og ekki skólar og ekki löggæsla eða neitt. Þannig þetta eru svona villtar byggðir. En hlutfallið kannski svipað hérna í okkur, þótt að aðstæðurnar séu kannski betri. En ég var nú að nefna þetta með braggahverfin, að kannski erum við komin á þann tíma að slæmar aðstæður sem að fólk býr við, svona stór hluti íbúanna á höfuðborgarsvæðinu, séu tilefni til þess að við breytum húsnæðisstefnunni. Því að húsnæðisstefnan hér náttúrulega handónýtt, eins og við höfum bent á hér við Rauðaborðið, þar sem að verð á húsnæði tvöfaldast umfram verðlag á 20 ára fresti og til 65% hærra heldur en hækkun byggingarkostnaðar. Þetta náttúrulega ónýtt kerfi. Og það ein af afleiðingum nýfrjálshyggjunnar og nýfrjálshyggjan einmitt efni Rauðaborðsins í kvöld, umfjöllunarefni Rauðaborðsins í kvöld. Hann kemur hingað eftir hann Jóhann Helgi Heiðdal sem hefur haldið námskeið í Háskólanum á Akureyri nýfrjálshyggjuna og við ætlum að trilla okkur svona í gegnum sögurnar hvað þetta hvort þú sé til, vegna þess að margir halda hún sé ekki til, hvort þú sé dauð, margir halda hún sé dauð, en aðrir halda hún sé á lífi, margir halda hún sé svona zombie-lífi, haldi áfram þótt hún sé andlega steindauð. Þetta kemur allt í ljós eftir Jóhann Helgi Heiðdal verður með námskeið helgina 11. og 12. desember hér í Bolholti 6 í svokallari sósíalísku menntakommúnu nýfrjálshyggjuna og það þarft að fara og mæta þar og hlusta vegna þess að þetta er hugtak sem svífur mikið í umræðunni og þetta er svolítið deilt merkingu þess og hvort það sé til eða hvort það sé á lífi eða hvort það sé merkingabært hugtak eða ekki. Og Jóhann kominn hingað, hann á Húsavík, þannig við ætlum aðeins að heyra í honum. Það sem að mér datt í hug bara að fara til að rólega yfir söguna og kannski byrja á því að spyrja hvert má rekja upphaf þess sem við getum kallað nýfrjálshyggju. Já, þakka fyrir þetta. Já, það má í raun og veru segja að það auðvitað alltaf mjög erfitt í svona hugmyndasögulegum nálgunum að svona, hvað maður segja, svona pinpointa einhvern upphafspunkt af því að ég meina hugmyndir, þær teygja sig alltaf mjög langt og við sem erum í heimspekibransanum að þá við sjáum vísi af hugmyndum alveg bara mörg hundruð, 1000, 2000 ári jafnvel aftur í söguna þannig já, það í raun og veru mjög vandasamt að segja svona nákvæmlega hvenær eitthvað byrjaði, þannig að bara svona það sé hægt í huga. En svona mín nálgun allavega á þetta gengur út frá að það já, kannski eitt það einmitt mjög erfitt í mörgum tilvikum eins og til dæmis ef þú talar bara, frjálslyndi, hvenær byrjaði frjálslyndi eiginlega, það voðalega erfitt að segja nákvæmlega hvenær það byrjaði, eða bara svona republikanismi, ég meina byrjaði það í frönsku byltingunni eða á það sér einhverja lengri rætur, en í tilfelli nýfrjálshyggjunnar þá vil ég að minnsta kosti meina að það mun auðveldara heldur en í mörgum, í flestum öðrum stefnum að segja nákvæmlega hvernig það byrjaði, af því að það vill svo til og það var sem sagt fundur árið 1938 í París sem kallað á ensku eða Walter Lippmann Colloquium eða bara Walter Lippmann fundurinn á íslensku sem sagt var haldinn og það var í raun og veru franskur heimspekingur að nafni Louise Rosier sem var forstöðumaður þess funds en hann sem sagt organiseeraði sem sagt fundan í París vegna þess
Walter Lippmann, ég veit ekki, sko, Walter Lippmann kannski svona hugsaður sem í dag svona að miklu leyti gleymdur, en á sínum tíma þá var hann einn helsti svona intellektuál Bandaríkjanna í raun og veru, en hann var svona svolítið svona íhaldssamur, svona samfélagsgagnrýnandi og svona intellektuál. En hann sem sagt hafði nýgefið út bók sem hét The Good Society á ensku. Sú bók hafði sem sagt nýverið gefin út í franskri þýðingu og hann vildi sem sagt svo til að hann var staddur í París hann 1938 og sem sagt hann Louis Rousier sem var franska heimspekingur, hann sem sagt fekk veður af því að Walter Lippmann var staddur hann í París og hann hafði lesið bókina hans og hann var alveg mjög hrifinn af henni. Og þannig að hann sem sagt hann skipulagði sem sagt þennan fund og fekk sem sagt og hann hafði svona tengsla net og hann fekk sem sagt marga svona helstu fræðimenn, kannski ekki alla helstu fræðimenn í Evrópu en marga svona stóra og á saman tíma svona upprennandi fræðimenn til þess að koma á hana fund. Og þetta það sem nefnir sko Walter Lippmann fundurinn og þarna voru sko það sem myndi verða síðan allir helstu svona kenningasmiðir nýfrjálshyggjunnar, kannski ekki alveg allir, en svona þeir stærstu, eins og til dæmis Hayek á Ludwig von Mises og svo voru ordo-liberalistarnir, Rousseau og Röpke og fleiri og þeir koma allir saman til þess að ræða þessar hugmyndir sem Walter Lippmann setur fram í þeirri bók sinni. Og já, við höfum nú kannski tíma til að fara í gegnum alla bókina, en það sem svona bara, ef við drögum saman, það sem Walter Lippmann var í raun og veru svona basically að segja þessar bók var að það væri nauðsyn fyrir að endurvekja sko liberalismann. Af því að aftur þessi fundur átti sér stað árið 1938 og á þeim tíma var sko liberalismin bara svona vægast sagt ekki hávegum hafður, bara bæði sko meðal svona intelligensíunar og líka bara almennings, af því að á þeim tíma var almennt litið svo á að svona liberalismin, það sem kallaði svona laissez-faire, svona efnahagsstefnur. Já, ég veit ekki, já, kannski ég útskýra það. Laissez-faire það þýðir sem bara svona hands-off, svona laissez-faire efnahagsstefnur það þýðir sem að ríkið ekki að skipta sér af efnahagskerfinu. Og þess konar hugmyndir sko á þeim tíma voru alveg gríðarlega sko litnar mjög neikvæðum af því að það var litið almennt svo á að þær hafðu valdið sko kreppinu miklu eða í raun og veru bara sko seinni heimsstyrjöldinni og svo kreppinu miklu síður meir og svo já og þannig og síðan til sko svona uppreisni þessar sko alþjóðakerfa sem voru á þeim tíma eins og Sovétríkin og Þýskaland nasismans sem voru auðvitað svona stærstu og öflugustu. Þannig að sko á þeim tíma var svona liberalismi, hann var engan veginn eitthvað sem fólk aðhaldist og Walter Lippmann skrifar þessa bók, The Good Society, þar sem hann sko svona færi rauk fyrir nauðsyn þess að endurvekja liberalismann og Louis Rousier, þessi franski heimspekingur, hann organiserar hann að fund þar sem allir sko sem eru svona á sama máli, þeir koma saman og þeir eru að tala saman og einhvern veginn sko að reyna að finna upp leiðir til að ja, í fyrsta lagi er bara svona, þetta er svona brainstorming fundur í raun og veru sko, það sem að þeir svona eru svona sammáli og það sem að það er í raun og veru ekki komið að neitt sko ákveðin niðurstaða á þessum fundi fyrir utan þetta bara að þeir vilja endurvekja liberalismann einhvern veginn en þeir kom ekki upp með neinar svona stefnur í raun og veru en það mun síðan koma sko síðan mér eftir seinni heimsstyrjöld. En við myndum ekki vita af þessu fundi nema að þeim hefur tekist að finna leiðir til þess að endurvekja frjálshyggjuna. Einmitt, það er vitmáli sko. Hvað gerðu þeir? Sko, þessi Walter Lippmann fundur, hann var auðvitað haldinn sko á alveg sko algjörlega versta mögulega tíma af því að hann var auðvitað 1938. Þó skall auðvitað seinni heimsstyrjöldin á, bara árið eftir, og á meðan á heimsstyrjöldinni geisaði, þá gerðist ekki í þessu neitt sko. En síðan var það ekki sko fyrir en eftir seinni heimsstyrjöldina, 1947, sem að sko Montpellierin samtökin eru stofnuð formlega. Og þar koma saman sko nánast allir sko sumir sem voru á þessum Walter Lippmann fundi, þeir koma saman síðan aftur sko og þá sko sett fram
sko, og þá þetta svona, sko, byrjað að sko, draga saman, sko, og komast að svona alvöru stefnumálum og svo komið fram í ýmsar, sko, svona, já, hvað að segja, bara svona strategíu, sko, hvernig, það ekki bara, sko, það að þetta ekki bara svona think tank þar sem að, sko, þeir bara að koma fram með einhverju hugmyndir, heldur, sko, og það viðurkennt alveg frá byrjun að þeir koma fram með strategíu, sko, hvernig þeir eiga að, sko, að fá hugmyndinni sína til þess að öðlast svona fylgi, sko, og influence, þannig að það raun og veru, sko, þannig að Walter Lippmann-fundurinn raun og veru bara svona vísir að byrjunni á líffræðishyggjunni, en það þá, sko, með Mont Pelerin, stofnunum Mont Pelerin samtökana sem að þetta svona byrjar svona í raun og veru, mætti segja. Hvernig virka þau samtök? Hvernig ná þeir þessum áhrifum í gegnum starfsemi þessara samtaka? Hverja tengja þau inn í það og hvernig starfa samtökin? Já, það sem sagt, sko, það auðvitað svona stórt og mikið mál, en sko fyrst og fremst það sem þeir áttu þess að það sem þeir þurftu að gera til þess að sko ná svona áhrifum og svona útbreiðslu hugmyndu sinna, það var sem þetta að stofna sko svona transnational svona network og það eitthvað sem þeir voru alveg sko rosalega svona aggressífir í, sko, að stofna sko svona hugsanaveitur, svona think tanks, eins og það kallar, sko allan heim, sem höfðu alveg sko mjög sterkt tengsl og þannig að þeir svona hjálpuðu hver öðrum og voru alltaf í endalausum tengslum og þannig sko náðu þeir að breiða út hugmyndir sínar. En annað sem að auðvitað ekkert síður mikilvægt og jafnvel sko það allar mikilvægasta að alveg frá byrjun þá voru þessi samtök alveg gríðarlega vel sko þeir voru gríðarlega vel fjármögnuð. Þannig að sko svona ýmsir svona ríkir aðilar, svona ríkir hagsmunahópar sem að höfðu hag sinn að þessum hugmyndum að þeir myndi ná útbreiðslu. Þeir fjármögnuðu þessi samtök og þetta transnational kerfi alveg mjög mikið frá byrjun. Þannig að það þetta svona hluti sem að ekki má gleyma og spilar lykilhlutverk, ég meina. En svona hægri sinnaðir think tankar sem eru fjármagnaðir af auðgifingum eru náttúrulega gríðarlegt öflugt fyrirbrigði í dag og stýra mikið umræðinni og margt sem að við heyrum bara í fréttum og svona, það verið að vitna í einhverja niðurstöðu slíkra hugveita sem eru raunverulega bara stríðstæki hérna auðugu en ekki við verið að vitna í einhverja rannsóknir í frjálsum háskólum. Hvenær þetta kerfi orðið raunverulega svona í líkingu við það sem það í dag? Erum við að tala strax í kringum 1960 eða erum við að tala svona eftir 1970 sem að þetta kerfi orðið svona að byrja að geta keppt við háskólana sem að þessum mönnum fannst alltaf vera allt á vinstri sinnaðir? Já, þetta þetta mjög góð spurning sko og eins og segi, það alltaf erfitt að eitthvað svona að negla niður eitthvað nákvæmlega dagsetningu sko, en það eru viss stig sko sem eins og ég greinaði allavega og sko mikilvægt sko frá stofnun Mont Pelerin samtökuna, þau eru stofnuð á tímabili sem kallað sko það, allan að sumir hagfræðingar kallað sko sem tímabili svona embedded liberalism sem semst í raun og veru sko það tímabil, það sem var svona keynesísk svona hagfræði var svona dominandi og það var bara litið á það sem svona orthodoxíu sem að fá verið yfirvöld og það sko almennt lítið núna sko að það tímabil þetta sko embedded liberalism og það endaði sko árið 1972 sem svona pínu nákvæmt ártal en ástæðan fyrir því semst að það þá sem að olíukrísan kemur upp og það í raun og veru sko markar endalok svona hins óslitins hagvaxtar sem hafi verið sko frá lokum seinni heimsstyrjaldar og þetta var svona pínu sko svona reiðarslag einhvern veginn og þá einhvern veginn svona áttaði menn sig á því að bara svona þessi gullöld kapitalisma sem hún var einhvern veginn svona leiðindi lok af því að þá kom loksins krísa sem hafi ekkert verið síðust áratugi og þá einhvern veginn sko þá fyrst einhvern veginn sko opnaðist svona rými fyrir aðrar hugmyndir sko og nýfrjálshyggju hugmyndir þessar sko nýfrjálshyggju kenningasmiða eða svona teórista að þá einhvern veginn sko þá fyrst einhvern veginn sko fara þeir að færa sig frá sko bara svona jaðrinum eins og þau höfðu verið svona yfir meira og meira svona yfir í mainstream
Þannig að sko, það eru einn þáttaskilin. Þú ekki hagfræðingur. Hvað fyrir? Hérna, olíukreppan, þegar hún kemur og eftir fylgir sko verðbólga og svona efnahagsleg lægð, verðbólga í samdrætti, svona einhverju leyti. Þegar maður horfir á svona hagtölur aftur á baki tíman, þá stundum veltir maður fyrir sér sko hvort að viðbrögðin við þessari kreppu hafi ekki verið of mikil. Þá ég að velta fyrir mér. Nýttu þessir aðilar sér olíukreppuna og verðbólguna sem að fylgdu eftir til þess að ná hérna svona hugmyndalegri stöðu þegar að keynesisminn var kannski að missa svona lögmæti sitt, var hægt að benda á það að hann væri valdur hérna víxlverkun, verðlags og launa og annað slíkt, eða var þetta raunveruleg kreppa? Þú ræður hvort þú svarir þessu, því að þetta eiginlega... Nei, ég meina, þetta var alveg klárlega raunveruleg kreppa, sko, það alveg hárrétt. Ég meina, sko, kapitalismi bara, sko, óstöðugasta efnahagskerfi í heimi, sko, og það bara, það lendir alltaf, sko, óumflýjanlega, reglulega í kreppu, sko, og það ekki til neitt kapitalismi sem nokkuð tíðan verið við líðin innstæðar sem lendir ekki reglulega í kreppu. Það bara, sko, innbyggt inn í kapitalismi. Þannig að þetta var í raun og veru alveg, sko, alveg kreppa, en já, það alveg hárrétt, ég meina já, en þeir nýttu sér auðvitað, sko, tækifæri þarna, sko, en hérna auðvitað ein spurning sem að, sko, ég pínu erfið, sko, hvort að þeir höfðu, sko, ég trúði ekki persónulega að þessir, sko, nýfrjálsíku kenningasmiðir hafi endilega haft einhver svona illan vilja, sko, að þeir voru að reyna að blekkja fólkið með einhverju sem þeir vissu, sko, að væri ekki satt. Ég trúði ekki persónulega, ég meina margir af þeim voru alveg bara svona diehard, svona true believer, sko, á svona mátt frjálsmarkaðar og þannig. En ég myndi frekar segja, sko, að það voru einmitt, sko, svona, rík hagsmunaöfl sem að, sko, frekar nýttu sér hugmyndið þeirra, sko, til þess að, í þeirra eigin tilgangi. Og, sko, ef að þú fylgir til dæmis David Harvey, sem er enskur marxisti, og þá einmitt svona hans greining á nýfrjálshyggju með sú, sko, að nýfrjálshyggjan sé í raun og veru ekkert annað en bara svona gagnsókn gegn þeim sigrum sem það hafði unnist, sko, fyrst og fremst að verkalýðnum og svona velferðarkerfi og allt þetta, sko, eftir seinni heimsstyrjöld, sko, og þessar hugmyndir hagfræðinga, sko, eins og Mott Pellerin stofnunarinnar og hagfræðingarna, sko, tengdu þeim og hugsaðum að þær voru bara nýttar í þeim tilgangi, sko, af því að þeir sáu að þetta voru hugmyndir sem gæti þjónað þeim, sko. Þannig að út af þessum langa aðdraganda þá var þetta hugmyndastefna sem var svona eiginlega tilbúin að taka við þegar svona eftirstríðsára hagkerfið og svona sá samfélagssáttmáli sem var ríkjandi þar að markmið samfélagsins væru að lyfta upp innum fátæku og byggja upp, sko, betri lífskjör fyrir allan almenning. Að þegar að olíukreppan kemur og þessi hugmyndastefna eftirstríðsáranna fær svona á sig beyglu, að þá þetta hugmyndastefna sem bara tilbúin að taka við. Já, hún svona tilbúin og hún bara nýtt í raun og veru í svona, já, ég finna að, sko, ég myndi alveg raun og veru að segja bara svona í svona ákveðnum stríðstilgangi, því að ég hef lest söguna, sko, þetta var alveg svona gríðarlega aggressív, sko, svona, já, í raun og veru svona counter-offensive eins og David Harvey lýsir, sko, það sem að þessar hugmyndir voru alveg bara svona gríðarlega mikið svona ítt á fólk, sko, einmitt í gegnum, sko, alveg gríðarlega vel fjármagnaða batteri, sko, ég meina það er einmitt það sem að gleymist oft, sko, og ég reynir svona að benda mjög mikið á að fólk vill til að halda, sko, einhvern veginn að svona hugmyndir að það keppi bara svona einhvern veginn eins og, sko, frjálsum markaði bara eitthvað svona bestu hugmyndirnar verða ofan á, það er bara engan veginn þannig, ég meina þeir sem eru best fjármagnaðir, skilur, þeir verða ofan á, ég meina augljóslega, og þannig var það líka í tilfelli nýfrjálshyggjunnar, ég meina. Já, en þú endar þarna, nefndir olíukreppuna 1972 og eiginlega bara það leyti að þá eiginlega fyrsta svona nýfrjálshyggju tilraunin gerð, sem í Chile. Já, ég ætlaði með það að koma til líka, sko, og ég meina, eins og segi, það eru svona nokkuð stig í því, ég meina, sko, fyrst í svona vendipunkturinn, það sem að, sko, nýfrjálshyggjan fyrir að komast inn í mainstreamin, það er einmitt, sko, með þessar olíukrísu, en síðan einmitt, já, rétt eftir það, þá kemur einmitt, sko, verður, sko, byltingin í Chile gerð, sem verður svona gaggbylting líka, sko, og já, eins og segi, ég meina, ég ætla ekki að fara eitthvað náið og mikið út í það, sko, en ég meina, ég gerir líka ráð fyrir að svona flestir þekki þá atburði. En
En þá einmitt sko, það raun og verið í fyrst skipti sem að sko þessar sko nýfrjálshyggju hugmyndir, þær hefðu raun og verið bara verið svona á svona teóríu planinu sko, fram að þessu. En það í raun og verið fyrst skipti sko sem þær eru svona implementaðar, svona konkrétt. Þannig að það má segja, og ég svona í þessu námskeið og svona í minni svona sögu skýringu í raun og verið, sem auðvitað byggð á mörgum heimildum, þannig að þá myndi ég segja sko að með Chile, að það var í fyrst skipti sem að sko þetta færist sko, að nýfrjálshyggjan færist frá svona teóríu yfir í praxis, þó mætti ára komast. Og það í raun og verið fyrst skipti sem það gerist. En síðan, og það auðvitað gert sko, ekki í vestrinu, heldur bara svona á jaðri sko, ég meina ef við hugsum sko Bandaríkin sem heimsveldi, þá þetta gert svona á jaðri heimsveldisins sko, og það eins og David Harvey og fleiri lýsa, þá Chile raun og verið bara svona tilraunastofa pínu fyrir þessar hugmyndir sko, áður en að þær eru síðan sko innleiddar í vestrinu sjálfu, og það síðan ekki gert fyrir en í upphæfi 9. áratugarins með þá Reagan og Thatcher, eins og flestir ættu að vita. Hversu svona víðtæk var þessi gagnbylting í Chile? Var þetta svona svipað og gerðist eftir fall Sovétríkjanna í Rússlandi og Austur-Evrópu, þar sem allar eigur almennings voru bara einkavæddar og reis upp svona ólígarkismi, eða voru þetta kannski vægari tilraunir sem voru þar Nei, þær voru alveg hrikalega brútal sko, og það var ekkert sko einmitt, og þessna einmitt sko Chile einmitt sko, einmitt greint sem sko tilraunir, það var ekkert verið, af því að þar gátu, ég meina, eins og flestir vita kannski, sko, þessi háskólan hann í Chile, hann hafði sko mikil sambönd við Chicago háskólan, sem einmitt svona einn af mikilvægstu skólum nýfrjálshyggjunnar, og það var bara svona, í raun og veru bara svona revolving door policy á milli, sko, milli, þannig að sko vestræni hagfræðingar frá Chicago skólum, þeir alveg gengu inn í bara opinbera stöður í Chile, og þeir mæltu með sko endalaus af þessum stefnum sem við þekkjum síðan mjög vel í dag, en þær voru innleiddar alveg á miklu harðari og miskunnleysari hátt heldur en við áttum að venjast í vestrinu. Þannig að, og þetta í raun og veru eitthvað sko sem að, eins og sé, ef þú sko lest eins og David Harvey og fleiri svona marxista sem hugsa sko hlutina svona út frá svona imperialisma líka, að þá þetta bara eitthvað svona standard praktíks líka sko, bara svona hugmyndirnar eru prófaðar sko svona á jaðri heimsskiptisins sko, og til að sjá hvernig það virki, með mun svona á mun miskunnleysari hátt, en síðan það innleiddari á mun svona mjúkari hátt sko, í vestrinu sjálfu, alveg klálega. Og komin til svona þess tíma sem að flesti tengja í svona straumkurfin, það eru 79 og 80, þegar Thatcher nær völdum í Bretlandi og Ronald Reagan í Bandaríkjunum. Hvað veldur því að það vegna það tók það svona langan tíma fyrir svona eftirstríðsára samfélagssáttmálann að rakna upp frá 72 til 1980 og áttan sér enga von, þetta óhjákvæmilegt að eitthvað hljóti að taka við? Já, ég meina það þetta sko mjög góð spurning og ekkert endilega spurning sem að sko ég hef endilega svona nákvæmt við sko, ég meina þetta er sko að greina svona þjóðlega afbrigði, ég meina það þetta margir faktorar sem koma inn í sko, en ég meina í tilfelli Reagans þá var þetta sko Jimmy Carter sem reyndar í dag hefur fengið svona aðeins svona jákvæðari sko svona sýnheldurinn á þeim tíma, en ég meina á þeim tíma var sko Jimmy Carter bara almennt talin vera algjörlega vonlaus forseti og en ég meina það var auðvitað líka sko gríðarlega mikill áræður gegnum af vel fjármögnuðum svona hægri stjórnmálaskýrendum og þannig, ég meina, og það skýrir einhverju leyti sko sko svona uppreisi Reagans og í tilfelli þess, ég meina, og þetta er mjög góð spurning, ég meina, tíðarandinn sko, þetta var, ég meina, maður getur ekki einhvern veginn horft fram með því að þetta var einhvern veginn svona tíðarandi líka, en sko, en ég myndi samt segja að svona þessi svona vel fjármagnaði áróður svona hægriðsins sko sem boðaði eitthvað algjörlega nýtt sko, ég meina hann hlýtur að hafa haft alveg svona afgerandi áhrif í því að tíðarandinn varð þannig skilur og sem að gerði þeim kleift að sem gerði þessa uppreisn þeirra kleift sko, ég meina ég myndi segja það, en annars auðvitað á sami tíma sko það ekki bara eina ástæða, ég meina það auðvitað það hafa margt í gangi á þessu tíma og þannig sko, þannig að já, ég meina Ég ætla ekki að draga þig kannski frá
efni fyrirlestranina en spilar inn í svona breytt svona manngildishugmynd. Það Já. Ég veit að þú þekkir Adam Curtis sem hefur búið til mjög skemmtilegar heimildarmyndir. Hann gerir svolítið mikið úr svona pólitísku vonbrigðum hippana, þeir hafa ekki náð raunverulega pólitískum árangri, að menna að Ronald Reagan mætti þeim að mikilli hörku og sendi á það þjóðvarliðið og svo líka leystist þeirra hreyfing upp í svona frelsisbaráttu svartra, kvennabaráttuna og hún svona hvíslaðist og út af pólitískum vonbrigðum að þá snéru margir sér að því svona þeir hugmyndum að eina leiðin til að breyta heiminum að breyta sjálfum sér og það kemur svona nýaldarfyrirbrigðið og hann talar alveg sko nýaldarfyrirbrigðið sé raunverulega eins og bara upptakturinn að nýfrjálshyggjunni. Hún manngildið hugmynd nýfrjálshyggjunnar. Já, þetta alveg hárrétt sko og þetta einmitt myndi vera sko einn af þessum faktorum líka sko og ég meina, já, ég persónulega samlega þessu skoðan, bara svona að þessi sko hippa tímabilið og byltingin sko sem snerist einmitt svona ást og miklu meiri svona samstöðu sko og svona og þannig hugmyndir sko að þær býða síðan sko einhvers konar skipbrots og þessar sko nýfrjálshyggju hugmyndir að þær tala mjög mikið sko sem boðið mitt sko alveg svona mjög róttæka einstaklingshyggju að þær tala mjög mikið inn í þetta svona einhvern veginn svona hugafar sem var alveg svona jarðvegur fyrir sko þannig að síðan kemur þetta og þannig að ég myndi segja að það skýrir það alveg mjög vel að þessar hugmyndir fengu sko svo mikið breytingi á þessu tíma og ég myndi segja sko það að besta dæmið þetta einmitt sko Foucault hinn frægi franski heimspekingur sem að sko var í raun og veru svo fyrsti til þess að greina nýfrjálshyggjuna og hann gerði það alveg mjög snemma bara í fyrirlestrum sínum sko það var frá 77 til 79 eitthvað þannig sko þegar sko nýfrjálshyggjan var í raun og veru bara ennþá svona fæðingu og hún var ekki byrjuð að byrja að implementa hann í vestunum svona konkrétt. Hann byggði sko greiningu sína á bara svona ritum helstu svona hagfræðingarna sko í Chicago Virginia skólanum og hann greindi til dæmis mjög mikið sko rit Gary Becker sem ég mun sko tala í námskeiðinu og af því að mér finnst hann vera sko einn svona lykill hugmyndasmiður nýfrjálshyggjunnar en hann samt einhvern veginn svona sko ekki eins vel þekktur og Friedman og Hayek og fleiri en allan sem Foucault hann greinir sko nýfrjálshyggjuna en hann greinir hana sko ekkert endilega á neitt neikvæðan sko hann ekkert að gagnrýna sko þetta móti sko ef þú lest greiningu hans þá hann í raun og veru meira bara hann svona pínu heillaður af henni sko og og já þannig að sko mér finnst einhvern veginn sko dæmið hans sína fram á sko bara betur en nokkuð annað bara hversu mikill jarðvegur var fyrir þessum hugmyndum á þessum tíma sko það var einmitt mikil markaður sko með svona smá íróníu fyrir einhverjum svona róttækum einstaklingshyggju hugmyndum á þessum tíma. Þannig að það skýrir alveg sko uppreisn nýfrjálshyggjunnar alveg að það eitt faktor í skýringunum líka alveg klárlega. En þær hugmyndir koma að skýrast fram hjá Ayn Rand sem að nýfrjálshyggjumenn á Íslandi til dæmis þýða bækurnar hennar og ég held að bara gefist út undir þær. Það ég hef ekki gert nákvæmar rannsóknir á því en eiginlega alltaf þegar ég kem heim til svona fólk svona sem hefur verið í háskólanum og undir fertugt og ég renni yfir bókaskápinn þá sé ég alltaf Ayn Rand. Það bara, þetta bara eins og ég bara eins og rauða hverið á 7. áratugnum eða bara biblían eða eitthvað, þetta bara til í öllum heimilum ungs fólks. Hvaða máli skiptir hún í sambandi við það að slá inn svona, hvað við segja, svona manngildis hugmynd últra einstaklingshyggju? Já, þetta góð spurning og ég muni mitt sko í námskeiðinu að ræða Ayn Rand og ég vona bara sem mest sko því að ég sko hef mikið áhuga á Ayn Rand í raun og veru. Hún mjög áhugaverð og sko ég myndi kannski ekki segja skemmtileg fígur og heldur nú ætla ég bara að vera fullkominn hreinskilinn sko bækurnar hennar og ég hef lesið sko bækurnar hennar frá bara spjaldanum milli og þær eru bara þær bestu sem að hafa nokkuð tíma að skrifa. Það bara, ég meina ef þú hefur einhverja tilfinningu fyrir svona fagfræðilegum gildum og einhverjum svona bókmennta, einhverjum svona hugtökum, þá bara eru það bara með því allra versta sem til sko. En samt sem áður, að þá sko mikilvægi hennar í sögu nýfrjálshyggjunnar eins og ég séð það samt sko, á þess að hún náði að breiða út einmitt sko þessar
ég meina, sko, við sem hafa í huga að Ayn Rand ekki hluti af sko nýfrjálshyggjunni á þann hátt að hún var ekki hluti af sko Walt Lippmann-fundinum eða Matt Pellerin félaginu eða neitt þannig. Þrátt fyrir að síðan meir, og þá var hún í miklum bréfaskiptum við til dæmis Ludwig von Mises og þessar nýfrjálshyggju kenningarnar, því þeir voru það hrifnir af hugmyndum hennar. Og ástæðan fyrir því ekkert voðalega dularfull. Ég meina, það var auðvitað að bróta því að hún náði að breiða út þessar hugmyndir, það var eitthvað orðað þannig að hún einhvern veginn svona menningarlegi fronturinn í þessi nýfrjálshyggju árás á samfélagið. Ég meina, út af því að hún náði að popularisera þessar hugmyndir og á alveg gríðarlega effektívan hátt, út af því að þessar bækur eru gríðarlega vinsælar eins og þú varst að lýsa og þetta nær bara til endalaust mikið fólks og ég með það með og bara sérstaklega í Hollywood, meðal svona Hollywood celebrities. Þetta fólk bara upp til hópa einhverjir Ayn Rand einhverjir aðdáendur. Og þar má nefna Brad Pitt og Angelina Jolie til dæmis. Þau voru lengi vel að reyna að kvikmynda Atlas Shrugged og það enda gekk upp fyrir, en það var eitthvað svona ástríðuprojekt hjá þeim sem var alveg heilingi á dögunni og eitthvað. Og bara endalaust mikið celebrities og bara ótrúlegasta fólk sem fólk sem þið myndi aldrei detta í huga að væri einhverju Ayn Rand aðdáendur eru það. Og ég meina, og þá það bara einhverju svona skemmtanakraftar, en ég meina, svo erum við að tala pólitíkus er líka, ég meina, Donald Trump sagði hann bara heikir sér af að lesa ekki bækur, en hann sagði eina af fá bókunum sem hann hafi lesið var bækur Ayn Rand og hann var hrifinn af henni þannig að ég meina og svo veit Alan Greenspan, ég meina Ayn Rand í raun og veru var og ég meina og þetta ekki íkur, ég ekki að segja þetta svona neikvæðan átt, ég meina þetta bara svona faktisk lýsing á málinu, hún var líka á sama tíma einhver köld leiðtogi sem var með sinn innsta hring og Alan Greenspan var hluti af því og hann var þetta síðan seðlabankastjóri Bandaríkjanna hann fram af hruninu 2008 þannig að hún hefur haft gríðarlega mikil áhrif bæði menningarlega og bara svona pólitísk og hugmyndirnar eru eins og segja ekki beinlinis, hún ekki bara endilega að halda fram svona bara kennisetningum Matt Pellerin félagsins og Milton Friedman eða neitt, en hún meira svona fellow traveler, ég meina hún heldur fram þessari róttækri einstaklingshyggju og og bara svona extreme svona andúð á allan sósíalisma sem eitthvað sem hún hafði einmitt sameiginlegt með þeim, þannig að þeir komu saman í svona sameiginlegu projekti í raun og veru. Þannig að ég vona að þetta svarar spurningu. En ég geti talað endalegt Ayn Rand og það er einn plani á mér í þessu námskeiði. Og þú ert ekki svo eini sem áttaði á svona áróðuskildi hennar vegna þess að nýfrjálshyggjumenninir vita það og dreifa bókunum hans hennar eins og fólk í Vísindakirkjunni dreifir bókum Ron Hubbard sem eru kannski álíka slæmar bókmyndir Nákvæmlega, einmitt, af því að þetta er einmitt svona besta Ayn Rand er svona besti svona áróðus svona meistari þeirra, þeir leitist einmitt, hún skrifaði þessar bækur sem hann læti fólks, mér persónulega finnst þetta alveg umulegar, en það eru mörgum sem finnst þetta alveg frábærar og já, einmitt, þannig að áróðuskildi þarna er alveg augljóst og ég meina þeir áttu sig á því og þess vegna einmitt er hún svona, mjög mikið dreifð. En þú nefndir Greenspan og hann er náttúrulega afkvæmi, hann er bara lærisveinn Ayn Rand og hann er náttúrulega bara afkvæmi nýfrjálshyggjunnar og staða hans svona bara í bandarísku samfélagi og Vesturlöndum er eiginlega slík staða svona hugmyndin svona sjálfstæðan seðlabanka sem að einhvern veginn stýrir efnahagslífinu út frá þörfum markaðarins og hann er svona heldur efnahagslífinu gangandi til þess að hlutabréfaverð hækki og auður færist til hinna ríku, en hann er líka seðlabankastjóri þegar hrunið 2008 verður. Hvað er hrunið 2008 endalok nýfrjálshyggjunnar? Já, ég meina hún hefði verið það og ef ég má koma að einu líka hlutverk seðlabanka og þá það sem að einn hlutur sem ég finnst allan vera mjög mikilvægur en er ekki oft að tala að þá erum við það árið 1978 að þá var það Paul Volcker sem var seðlabankastjóri Bandaríkjanna og hann einmitt innleiddi alveg gjörsamlega nýja stefnu í svona seðlabankastjórn sem var einmitt það að seðlabanka ætti fyrst og fremst að stjórna svona peningamagninum í umferð og að berjast á móti verðbólgu. Og þetta er sú stefna sem allir seðlabankar í dag hafa tekið upp
Seðlabanki Íslands meðal og þetta bara svona, bara almennt talið vera sko hlutverk Seðlabanka. En það var það sem enga veginn, alltaf þannig. Ég meina, sko, fyrir tíma Paul Volcker, ég meina, það var mjög skipun hans í Seðlabankastjóra sem þessi umhverfur urðu. En fyrir það, þá var sko litið á hlutverk Seðlabanka sem það að tryggja sko fulla atvinnu, eða full employment. Þannig að sko, þetta var alveg gríðarleg bylting í stefnu Seðlabanka og bylting sem að mér finnst einhvern veginn bara allir hafa gleymt. Ég meina, núna bara litið sem eitthvað svona náttúrulegt hlutverk Seðlabanka að framfylgja þessa stefnu, en hún það enga veginn og þetta einmitt sko eina af byltingum nýfrálsíkunar. Af því að þetta allt sko byggt á. Reyndar þetta í svona ákveðnum vatnaskilum í heiminum. Það verið að tala að það dugi ekki að vera bara með verðbólgumarkmið og einmitt full atvinna litið á sem svona eitt af því sem maður þarf að horfa á og margt fleira. Þannig að sömuleyti þá svona dauði nýfrálsíkunar komin inn í svona seðlabanka flestra landa nema kannski á Íslandi sem voru lifir, en alls staðar eru seðlabankarnir bara í því að sko finna sér ný skona leiðarljós. Já, einmitt, já. En já, mér langaði bara aðeins að benda þetta, en já, ég kom síðan að spurningunni hjá þér sko, þannig að já, einmitt, ég meina, sko, allan að mínum að, ég meina, ég get ekki séð annað en einmitt, já, að sko fjármálakrisen 2008, ég meina sem að efnahagshrunið á Íslandi var hluti af, ég meina þetta var auðvitað bara svona markaði bara svona algjört gjaldþrot sko þessarar bara svona hugmyndafræði og svona efnahagsstefnu. Ég meina þetta kannski svona svolítið flagnum bara en ég lít sko sem þetta á nýfrálshyggju sem sko svona tvíþætt fyrirbæri sko. Það fyrstulega svona stjórnmála hagfræðistefnur og svo það sko hugmyndafræðilega sinn. En ég meina já, ég meina þetta markaði bara algjört sko gjaldþrot bara beggja þessa hliða þessa fyrirbæri. Ég meina en já, og síðan sko eftir, en samtíður sko haldið lífi, ég meina, að því að sko, það pínu ávæg, ég meina, ég man mjög vel eftir þessu tímabili og þetta raun og verið sko líka eina ástæðan fyrir því að ég hef svona mikinn áhuga á efni, að því að á þessum tíma, ég meina, ég var auðvitað bara í háskóla á þessum tíma og svo fór ég í mastersnám í Kaupmannahöfn og svo var ég útskrifast þarna sko, útskrifast í 2012 og svo bara einhvern veginn sko, að því að sko fyrst eftir fjármálakrísuna þá kom alveg gríðarlega svona innspýting sko fjármagns inn í fjármálakerfið til að halda þið á lífi og þá var einmitt sko það var á forsíðu Newsweek á tímabili bara eitthvað svona we are all socialists now og þá var ýmsar svona róttækar hugmyndir í gangi sko til dæmis sko í búsaldabyltingunni svokölluðu. En síðan einhvern veginn sko bara einhvern veginn lokaðist glugginn fyrir þetta og þá var ekkert annað sko í boði virtist vera heldur en bara sömu gömlu sko uppskeytnar og ég meina og sérstaklega sko einhver svona brútal niðurskurður og ég meina austerity pólitíkin að fræga. Og ég einmitt sko var í Danmörku á þessum tíma og þegar þetta var svona innlegt alveg á brútal hátt sko og svo útskrifaðist ég úr háskólanum og það var verið að skera allt niður í háskólanum og það var ekki og það var gríðarlegt atvinnuleysi sko meðal ungs fólks, það var hvergi hægt að fá vinnu og það var verið að boða allar svona precariat stöður skilur, þetta svona gríðarlega atvinnuóöryggi og einhvern veginn og þá einhvern veginn svona bara fór ég að líta í kringum mig og bara svona hvað á seyði hérna, ég meina og það var þannig einhvern veginn sem ég fekk svona dýpri áhuga á sko að stúdera nýfrálshyggju og svona sögu hennar og hvernig í raun og veru við bara komst á stað sko, ég meina af því að þetta einmitt mjög merkilegt, af því að síðan hafa það bara hugmyndir haldið áfram, eins og segir, í svona zombie-formi, það margir sem kallar þetta svona bara zombie neoliberalismi í dag og það sem átt við með því hugtæki er það að þessar sko hugmyndir eru allar ennþá bara alveg jafn mikið við lýði og áður, en bara eini munurinn sko allir hafa misst trú á þar. Það trúið því enginn að þetta muni leiði til betra samfélags, niðurskurður, einkavæðing, sko, einstaklingshyggja og þar fram til göttunum. En einhvern veginn, það endalaust bara haldið áfram að dæla þessu út vegna þess að, ég meina, ok, á hvers vegna nákvæmlega, ég meina það þetta svona ýmsar skoðanir upp það, en ég myndi segja sko að það bara skortur á sko annars konar hugmyndafræði sko, annars konar stjórnmála hagfræðistefnum sem eru byggðar þá á einhverju sko alvöru hugmyndafræði sem fólk getur svona að tilengja sér, ég meina. Við erum þá svona á rangri leið og við vitum það, en við getum ekki komið okkur saman hvert við eigum að beygja og ekkert okkar hefur raunverulega kjark til þess að taka í stýrið. Já, í raun og veru, ég myndi segja það, ég myndi segja það sé svona, en ég meina, auðvitað sko, ég meina, hinum svona ríku hagsmunaöflum í samfélaginu, þeir hafa þetta
hæsinn af því að halda þessum stefnum áfram, af því að þau hafa sko svo sannlega notið góðs af þeim, og þau eru eins og segja ennþanda í dag eins og tímum Mont Pelerin félagsins stofnun þess gríðarlega vel fjármögnuð, þannig að það er auðvitað sko einn hluti af ástæðan líka, ég meina það er voðalega erfitt fyrir fólk sem hefur lítið sem ekkert fjármagn en kannski aðra mjög sterka hugmyndafræði að berjast gegn sko einhverjum svona einhverjum svona rótgrónum hagsmunaöflum í samfélaginu sem hafa bara endalaust fjármagn til þess að sko halda svona dóminerandi hugmyndafræði sinni áfram. Þannig að ég meina það er auðvitað sko alveg risastór brekka sem erfitt að kljást við, alveg hugslað. Við reynum að átta okkur á því sko hvaða áhrif nýfrjálshyggjan hafði á íslenskt samfélag og kannski samfélag í Vesturlöndum. Þá eins og við vorum að tala um áðan að þá kemur hún sem svona ansvar við stöðnunina á 8. áratugnum sem að sjúkdómsgreiningin var að sko víxlverkun launa og verðlags myndi bara spinna upp verðbólgu og minnka þarlandi fjárfestingu og draga úr afli samfélagsins. Og leiðin væri svo að minnka völd verkalýðsfélaga og bæði Thatcher og Reagan og raunverulega íslensk stjórnvöld líka fara út í það sett, held ég að verið 96 eða 7 sem sett ný vinnulöggjöf sem að draga úr valdi verkalýðsfélaga þótt að þau séu ennþá meiri á Íslandi heldur en víðast hvar annars staðar. Og það að flytja ákvarðanir, þú nefndir Seðlabankastjóra Bandaríkjanna 78 sem að sömuleyti flytur svona ákvarðanir sko peningamagn og annað slíkt frá pólitísku markmiðum fulla atvinnu yfir í svona markaðslegar væntingar. Það má segja ákvörðun sé flutt frá svona lýðræðisvettvanginum og yfir á markaðinn. Og þetta gegnumgangandi stef að í nýfrjálshyggjunni að það dregið úr völdum pólitíska afls og ríkisvaldsins grafið undan hlutverki þeirra í sambandi við atvinnuuppbyggingu og svona bara nation building eins og flestar þessar þjóðir höfðu verið í á eftirstríðsárunum við að byggja upp velferðarkerfi sín, heilbrigðiskerfi, skólakerfi, vegakerfi og innviði og allt annað slíkt. Að svona eftir nýfrjálshyggjuna þá ríkið eiginlega dregið út úr þessu og það markaðurinn sem á að skila þessu til okkar og til þess að markaðurinn geti skila þessu til okkar þá þarf að lækka skattana á hinn ríku svo að þeir hafi meiri peninga umleikis og það var sagt að það myndi auka veltuna í samfélaginu og raunverulega ríkissjóður stæði betur og eftir en það gerðist ekki svo að það var ákveðið að það þyrfti þá að selja ríkiseignir sem voru svo sem betur komnar í höndunum á hinum ríku heldur en á ríkinu eða hjá hinum kjörnu fulltrúum sem fóru illa með vald sitt og þegar það dugði ekki til að þá var tekin upp gjaldtaka fyrir opinbera þjónustu og það var réttlætt með því að það væri skynsamlega, það væri skynsamlegt að reka heilbrigðis- og menntakerfið bara eins og business, það sem væri gjaldtaka, kaupandi og seljandi eins og væri þegar þú ert að kaupa bakaða baunir eða eitthvað slíkt og þegar það gekk ekki þá voru hækkaðir skattar á hina verðstöddu og þar fram eftir götunum. Megin stefið í þessu að það verið að flytja völd, eignir, auðlindir og fé frá almenningi og sameiginlega vettvangi sem við höfum til þess að byggja upp samfélag út á markaðinn. Þetta eiginlega gangið upp í nýfrjálshyggjunni. Já, þetta alveg hárrétt. Og þetta sést bara, ég meina, í íslensku samfélagi, ég meina, bara svona besta dæmið sem mér dettur í hug núna og sem bara mjög komist, einmitt þegar Efling þarna byrjaði fyrst að hafa sig fram í einhver svona verkalýðsbaráttu, þá bara baðaði fólk út höndum og bara frussaði og segja hneykslun að því að verkalýðshreyfingin væri farin að stunda einhverja pólitík Ég meina, eins og bara ég meina, þarna sést bara best hvernig þessi svona afstjórnmálavæðing nýfrjálshyggjunnar, hversu langt hún hefur gengið og hversu effektív hún hefur verið. Bara þegar fólk bara svona getur farið að gagnrýna verkalýðshreyfinguna fyrir að vera pólitíska. Ég meina, eins og það sé ekki bara fullkomlega augljóst og sjálfsagt að hún sé það. Ég meina, þetta ein breytingin sem að nýfrjálshyggjunni haft í fyrir með sér, að bara það litið á verkalýðshreyfingu sem ópólitískt fyrirbæri. Ég meina,
Og já, ég meina þetta eitt dæmi, ég meina það margt í þessu þarna hjá þér, sko, en ég meina það að taka fleiri dæmi, en já. Stjórnmálavæðing samfélagsins, það ekki í verkalýðs, þú ert ekki að hlusta á verkalýðs forkólfan, en þess að hann raunverulega bara að hugsa sjálfan sig og hann ekki að hugsa þína hagsmuni, og saman með opinbera starfsmannin eða stjórnmálamannin, en hins vegar ætti að horfa á það að sko kallinn sem að rekur verksmiðjuna, að ef hann fær að ráða sem mestu, að þá mun það leiða til bestu niðurstu fyrir því. Þannig að við flytjum eiginlega væntingar okkar það að geta tekið þátt í því sameiginlega að setja samfélaginu einhvers svona markmið og taka það sameiginlega þátt í að byggja það upp í gegnum pólitískt starf, að þá eigum við bara að setja þess með hendur í skaut, en einni ríku munu færa okkur hina allra bestu veröld. Þetta alveg hárrétt, sko, og þetta í námskeiðinu, þá alltaf ég sko, svona einn stærsti hlutur með það að fara í, sko, þessi Virginíu skólan, þar sem sko, James Buchanan og Gordon Tullock sem eru svona helstu fórkólar hennar og þeir komuð, sko, með þessa public choice theory og ég sko, og það mjög áhugavert að fara, sko, í ritinu þeirra, af því að ég myndi segja, sko, það þaðan sem að þessi, sko, já, við höfum ekki tíma til að fara eitthvað að náðu út af hérna, en það þaðan sem ég myndi segja, sko, þessi gríðarlega vantraust á, sko, stjórnmálin kemur, sko, fyrst og fremst, af því að, sko, þeir halda beinlega fram í mitt, sko, að sko, þeir beita svona tólum hagfræðinnar á stjórnmálin, sko, og bara svona greina, sko, svona atferli og hegðun stjórnmálamanna bara eins og svona það sem þeir kalla svona rational agent á markaði, sem bara að reyna svona að maximisera sín eigin hag, sko, og þetta alveg bara svona mjög svona, og ég meina þessi kenning þeirra hefur orðið alveg gríðarlega, sko, áhrifamikil og ég einmitt, sko, greinið einhvern veginn þannig sem svona undirliggjandi mikið af þessu svona vantrausti á stjórnmálun og svona af stjórnmálavæðingunni sjálfri, þannig að já, ég mun einmitt þá fara, sko, mun dýpra í það sett í námskeiðinu sjálfri. En ég hef verið að beygja mig undir það svona undanförnu að maður getur ekki skilið heiminn nema að reyna að skilja Kína. Því að Kína bara stór hluti af heiminum, þannig að ég svona að drattast til þess að reyna að kynna með Kína. Við erum eiginlega að finna eitthvað, sko, Kínasérfræðing til þess að halda námskeiðum Kína vegna þess að það bara svo stór hluti af heiminum. Þar rekinn ekki kommunismi, heldur eins konar blandað hagkerfi keynesisma, sko, í endurskoðun sinni að þá kölluðu þeir á alls konar vestræna sérfræðinga meðal annars forkólfa nýfrjálshyggjunnar og ég hef nú bent á það hér að þeir hlógu þá út úr herberginu og kölluðu aldrei á það aftur. En það voru svona keynesisma sem sátu eftir og að sömuleyti það sem þeir eru að gera núna, eins og til þess að við bara húsnæðisstefnuna hjá þeim, það sem þeir eru að byggja fyrir, sko, fólki sem eru að flytja og sveita í borg. Þetta eru bara típisk eftirstríðsára viðbrögð. Á meðan að á Vesturlöndum ekki gert í þessu og ég gataði það í inngangnum að það eru 6% bandaríkjamanna sem búa í trailerspark sem eru álíka margir að búa í fátækrahverfunum í Brasilíu og annað slíkt, það sem er bara þetta laissez-faire sem út að segja áðan að húsnæðismarkaðurinn á að leita jafnvægis, þessi endalaus að trú það að ef við látum bara hlutina vera að þá muni allt leita jafnvægis, hagkerfið og allar deildir samfélagsins. Að Kína eiginlega núna í dag með sitt mikla efnahagslega afl og mikla efnahagslega vöxt að verða eiginlega svona valkostur efnahagsstjórn á móti svona nýfrjálshyggjunni í Bandaríkjunum. Og ég að velta fyrir mér að við myndum ímynda okkur að við værum í einhverju öðru landi þar sem að stjórnmálaumræðan væri meiri heldur en á Íslandi, segjum að við erum bara í Chile eða í Bólivíu eða í Ghana eða hvað sem þá lítur fólk þar að velta fyrir sér hvort það sé kannski ekki klókara að fara efnahagsleið Kínverjana sem að leiði til þessa mikilla vaxtar og svona mikils jöfnuðar ef það er hort á til þess bara húsakost og aðganga heilbrigðisþjónustu og öðru slíku og það séu einstaka Kínverjar sem getur orðið fáránlega ríkir, hvort það sé ekki klókara fyrir þessi lönd heldur en að elta kröfur Bandaríkjamanna sem þröngu upp á heiminn í gegnum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eitthvað svoleiðis og hvort það gæti verið að verum að ganga inn í tímabil sem væri kannski líkt og eftirstríðsárin þar sem að árangur Sovétríkjanna í ýmsum hlutum, ekki bara í iðnvæðingu og uppbyggingu húsnæðis, það oft talað svona Stalínblokkir og það ástæðan fyrir því að sko það var byrjað þar að byggja yfir hina fátæku og síðan tóku Vesturlönd það upp
Það var í Sovétríkjunum sem að sko jafnréttishreyfingin náði árangri í menntun kvenna og öðru slíku sem að síðan var tekið upp á Vesturlöndum. Þannig að möguleiki á því að endurfæðing kynverja á keynesismannum og eftirstríðsára hagfræðinni geti verið leiðin út sem við varst að tala um áðan. Það er allir búin átt að segja á því að nýfrjálshyggja gengur ekki, að þá segir menn, ættu við kannski að gera bara eins og Kínverjarnir að gera. Sko, ég meina, já, ég ætla kannski bara að byrja að segja, ég engan veginn einn sérfræðingur í Kína, en ég samt sem það mikill áhugaður Kína og það sem að gerast þar, af því að ég skil ekki hvernig annað hægt. Ég meina það, sko, Kína hefur gert alveg bara ótrúlegustu hluti bara í mannkynssögunni. Ég meina, sko, nú maður ekki alveg nákvæmlega ég held sko í kringum 1980 þá áætlaði sko Heimsbankinn að einhverja 850 sko milljarðar manna byggju við fullkomna örbirgð í Kína og svo verður Kína að segja bara núna daginn að sú tala væri komin í 0. Ég er ekki að segja samt sko að það sé endilega alveg fullkomna sagt hjá þeim en sko það engin vá á því sko að þeir hafa bara náð bara sko ekki bara fáheyrðum árangri, við erum að tala sko bara árangri í að útrýma fátækt eða bara svona bæta lífskjör sem bara á engan sinn líka í allir mannkynssögunni og það bara sko það er bara staðreynd. Þannig að ég meina augljóslega ætti sko ég meina Kína auðvitað það margt sem hægt að gagnrýna Kína fyrir. Ég meina mannréttindabrot og þannig, ég engan veginn að neita því en ég meina þeir hafa gert alveg bara fullkomlega ótrúlega hluti og það sem merkilegast við það, þeir hafa einmitt gert það með því að sko neita þessum efnahagslegum forskriftum sko Vesturlanda og svona vestrænna þjóða, ég meina svona vestrænna alþjóðastofnana, þetta Washington Consensus eins og það stundum kallað. Þannig að já, ég meina ég held að það augljóslega ættum við að líta til sko þess sem gerði vel, ég meina það er bara að segja sjálft, ég meina og ég meina já, að þegar mitt það Sovétríkin líka, ég meina auðvitað sko ég eitthvað að kalla eftir einum sko sovétskum efnahagsforskritum en ég meina það má auðvitað ætti að líta líka á það sem gerði vel þar. Ég meina það var til dæmis ekkert heimilisleysi í Sovétríkjunum. Ég meina það var bara vandamál sem var ekki til dæmis. Ég meina það er eitthvað sem að vill oft gleymast þegar verið að útúða þeim. Þannig að meina já, ég meina ég auðvitað ætti að líta á það sem gerði vel í öðrum löndum. Svona það ætti bara að skoða hlutina frá svona svolítið hlutleysi sjónarhorni. Ég tekka fram að ég bara að tala sko efnahagsstjórn og ég að vísa til þess að til dæmis áhrif árangus Sovétríkjanna á meðan að Vesturlönd voru að glíma við kreppuna í aðdraganda stríðaldarinnar hafði mikil áhrif á Vesturlöndum. Að á sama tíma voru Sovétmenn bara að mennta þjóðina á einni kynslóð og að koma hinu fátæku undir í húsaskjól og það hélt áfram. Það kom ekki sko ágallarnir í sovéska kerfinu kom ekki fram fyrir en á 7. áratugnum og kannski 8. áratugnum þegar kom í ljós og svona þeirra aðferðir við að mæta sko neyslumarkaðnum það virkuð ekki og þá kom ágallarnir í ljós og auðvitað mun okkur ágallar koma í ljós í Kína. Ég var bara að velta fyrir mér að hvort að sko fyrirmyndin eins og þú ert að benda á að til dæmis 1980 voru 20% kynverja sem bjuggu í borgum og nú það komið yfir 60% og reiknað með að vera 70% 2025. Þetta náttúrulega það hefur aldrei neitt í þessar líkingu gerst í mannkynssögunni og það hlýtur að hafa áhrif þegar að Vesturland og þeirra stefna í þessari miklu kreppu, bæði hugmyndalega og efnahagslega því að nýfrjálshyggjan skilaði ekki þeim efnahagslega árangri sem hún lofaði þvert á móti. Aflið í þessum samfélögum bara 1/3 af því sem var á eftirstríðsárunum ef við mælum það í hagvexti á mann eða eitthvað slíku. Það alveg hárrétt og en ég myndi segja sko bara einhvern veginn sko nú þetta bara mín svona einhvern veginn svona persónulega tilfinning einhvern veginn sko bara í vestrinu einhvern veginn í dag finnst mér bara sko mér finnst sko ekki bara svona í mainstream stjórnmálaumræðinni heldur líka þú bara horfir yfir svona menningarlega sviði. Það alveg þessi gríðarlegi sko bara svona doði ef maður á að orða það svona pent eða bara í raun og veru bara svona svartsýni í raun og veru eins og sko bara einhvern veginn bara, ég meina, ef þú skoðar til dæmis bara svona vinsælustu sko svona myndirnar og bækurnar og sjónvarpsþættirnar, þetta allt einhverjar sko hryllilegar sko dystopíur, einhverjar heimsenda eitthvað dæmi sko, eitthvað svona hryllilega bara, þetta það vinsælasta sko, þetta það sem fólk vil sjá sko, það voða lítið eitthvað svona einhverjar jákvæðar bjartsýnar framtíðarsýnir sko, sem eitthvað svona sem svona veitir fólki innblástur sko.
og ég meina, ef þú skoður síðan bara svona meginstjórnmálin sko og umræðuna þar, þá búið lítið einhver svona rótteikar, einhver svona bold hugmyndir sko, sem að fólk eitthvað að flikka sér á bakið, þannig að það sem að bara svona megineinkenni þeirra umræðu bara einhver svona algjör doði sko, bara einhvern veginn svona viðurkenningu á að bara vandamálin eru óleysanleg og bara enginn svona þorir að ráðast í þau einhvern veginn sko. Núna er ég að tala alveg svona gríðarlega almennt sko, bara svona yfir mjög vítt svið. Og auðvitað sko alveg fullt af sko hópum að gera alveg mjög góða og inspirerandi hluti en já, ég meina þetta einhvern veginn svona mín upplifun þegar ég bara svona les svona stjórnmálumræðan og skoða bara svona vestræna menningu í dag. Ég meina mér finnst þetta einhvern veginn vera svona langmest einkennandi þannig að Já, og tengirðu þetta nýfrjálshyggjunni, ég vitnaði áðan í Adam Curtis, hann sagði líka einhvers staðar að svona upp úr 1980 þá hættu stjórnmálin að selja fólki von. Það hættir að snúast vonina, hvernig það getur byggt á samfélagið og stjórnmáli fóru að selja ótta. Ég ætla að bjarga þið frá þessu eða hinu eða þú veist, eða frá hruni eða frá vinstrinu eða whatever. Ég myndi klálega tengja þetta nýfrjálshyggjunni að því leyti sko, þetta bara nauðsynlega afleiðing af þessari svona róttækri einstaklingshyggju sem bara búið svona innprenta bara nánast inn í DNA fólks einhvern veginn sko, bara þess það sem svona samtakamáttur og svona samstaða og einhvern veginn svona trú á einhver svona fjöldahreyfingum og svona þannig mætti sko bara einhvern veginn horfing sko og fólk hefur einhver trú á því og ég meina þá hefur það voða litla trú á breytingum sko, ég meina ef ég á að svona, já, ég myndi segja að það sé alveg klálega bara svona afleiðing af þessari einstaklingshyggju væðingu nýfrjálshyggjunnar, ég meina alveg klálega. Jóhann Helgi, ég þakka kærlega fyrir þetta og þakka líka fyrir að efna til þessa námskeið sem verður 11. og 12. desember næstkomandi. Verður svolítið svona hlussa, maður væri einn fyrirlestur fyrir hádegi og annan eftir hádegi 2 daga í röð. Þannig að þið verðið að taka dagana frá og taka þátt í, ef þið viljið taka þátt. En engum ættu að lofa okkur því. Það verður skemmtilegt. Já, og mjög gaman að eins og þegar maður lesa bók að þá er stundum sagt að eins og maður sé að skipta haus ef maður lendir á góðum rithöfundi þá er maður komið með svona skemmtilegan haus í smá stund og ég get lofa ykkur því að Jóhann Helgi er með mjög skemmtilegan haus og er mjög gaman að sitja og hlusta á hann og elta hans hugsanir í smá stund. Þannig ég þakkar aftur og ég þakka ykkur fyrir að hlusta hérna, hvet ykkur til þess að skrá ykkur á þetta námskeið, það verður settur inn svona viðburðurinn á Facebook sem hægt að nálgast, ég setja bara hérna undir þennan þátt á samstöðunni en hann verður víða á Facebook fyrir þá sem að vilja. Hér seinna á dagskrá samstöðunni í kvöld verður Saga fyrir svefnin sem þáttur sem Katrín Baldursdóttir er með, það er alltaf einhver leynigestur þannig að ég get ekki upplýst hver það er. En síðan verður rauðaborðið aftur næst á mánudaginn klukkan 8. Þá höldum við áfram samtali við ungt fólk. Ég hef gert það í nokkru þáttum og það er mjög áhugavert hvað þar kemur fram. Mjög spennandi þættir raunverulega vegna þess að svona hugmyndir mínar allavega svona stöðu ungs fólks þroskast og breytast. Og síðan höldum við áfram, kannski tekst okkur að búa til svona þáttum Kína, að safna saman einhverjum Kínasérfræðingum og spyrja hvað er að gerast í Kína. Við sjáum til, en ég þakka fyrir í kvöld.